Magni í þristinn, Óni með þetta. Já. 74-82. Smá vandræði. Daniel nær honum. Arnór brýtur á honum. 74-82. Óni með aftur. Gjörning. Ægir með þetta varkast. Ólafur ekki jafnvægi þegar hann stökk upp. Nei, Justin kemur inn á bráðum. Ólafur svolítið að gera hluti sem hann ræður ekki við. Í staðinn fyrir að stilla bara upp og stjórna þessu. Þetta var ekki skref. Jæja, svona er þetta. Nú að pressa á bakverðina á Stjörnunni, þeir eru hikandi. Frábært hjá Ægi. Ægir Steinarsson. Flott hjá Ægir að berjast boltan. Fjölgir breytingu, húnna kemur Arnór Guðmundsson og yfir hann kemur Tómas Tómasson. Sendingin náði ekki að koma sinn stað þarna hjá Ægir. Justin les þetta. Magni lét vel finna fyrir sér þarna. Hefði einhverju dæmt villu held ég. Það er bara allt í lagi að fá svona vill á sig, að fá vill í sóknarhrókastíð, það er meginmáli við því. Flott hjá Magna að fara þarna inn. Marvin að ná í hárbandið sitt. Við vorum við herslumun að komast inn í leikinn aftur. Justin. Biður skrínið. Keyrir sjálfur inn að reynir það. Magna með þetta frákast. Magni Hafsteinsson. Ægir finnur Brandon sem keyrir. Mjög erfið skoti. Misti jafnvægið alveg. Reynald og Það er alltaf að leifa þessi skot, bara ná frákastinu. Og keyra. 74-82. Frákast okkar. Já, flott. Æja, 5 stig. Það er mikilvægur þristur. Jóhann í þristinn, hann er af. Tómas með þetta frákast. Stjarnan biður leikli. Og mikilvægt að skora líka núna. Stjarnan biður leikli næsta stoppi. Já. Og leikmenn, úrvinningsskotið. Það sem er búið að gerast aðeins núna síðustu mínútuna er að leikurinn er að fara svolítið okkar hraða. Ég held að Stjarnan tali örugglega með leiklíðinu núna. Þeir eru búin að vera svolítið kæruleysi með boltan og taka snögg skot. Það drekka í koppinu á svona smá namni, það kúklaði. Góður Fjölnir. Jæja, 4 mínútur og 40 sekúndur eftir, 77-82 fyrir Stjörnunni. Magni, Jón, Magni aftur, Ægir, inn á Brandon.
Út á Jón sem keyrir í gegn. Nei. Rauðningur. Dæmdur rauðningur. Þeir sýnist að vera komin í stöðu. Þetta var tæft, maður getur ekki sagt að þetta væri rangur dómur, þetta var mjög tæft. Þá vaknar stúkan. Magni með frábærlega stóli bolta hérna og upp. Eins og ég sagði það hann, Magni er frábær varnarmaður, hann kemur alltaf á réttum tíma með eitthvað. 79-82. Þeir eru í vandræðum. Skref hana. Það vantar aðeins meiri grimmd í pressuna, við vorum á því svaka vandræðum en 6 gáðu þeim sekundur á séns. skóklukkunni. Nei, frýtt skot. Þetta var ólétt. Þetta var ólétt fyrir hann. 79-85. 3 mínútur og 36 sekundur eftir að fjóra leikluta. En þarna síðastu sókninni þá gerðu þeir það sem ég var að biðja hann í fyrirháleika að skipta það Justin og þeir að spila tveggja-manna-leik. En þá náttúrulega Magni kominn á Justin og kann ekki eins vel á hann. Justin setti smá gabbhreyfingu á hann og fór sig upp í skot. Jón bjargar þessu. Magni. Fína hreyfingu. Flott. Sækir villuna. – 79-85. 2 skot sem Magni fær. Þetta er 4. villan á Fannar. Við hefum góða möguleika á þessu, við spilum svona áfram. Já, enginn í villuvandræðum með okkur. Fannar og Lindmets eru báðir með 4. Og skipting, Marvin kemur inn á fyrir Fannar. Marvin með 3. Og Stjarnan eru í vandræðum með pressuvörðina. Við erum að spila pressuna vel. Þetta er fín villa. Það þýðir ekkert að hleypa honum inn í teig þarna, það er ekki vítið ennþá. Hún á bara að ná að stoppa á. Justin. Jóhann. Jæja, hann er komin aftur með hann hana. Hann er erfiður þarna. Flott vörn hana. Flott barátta í frákastinu. Já, hann náði Jón að spila það góða vörn að hann lenti í smá erfiðu skoti og Tommy kom fljúandi og truflaði skotið. Hann vantaði bara frákastið. Nú skipta þær aftur, nú er Justin komið með Magna á sig aftur. Þá postar Jóhann Ægi upp. Flott hjálpa Jóni. Þetta er reynsla hjá Jóhann. Finnur hann að fría mannin. Já. Renáta út af 5 villur. Þá er ekkert annað en að setja Fannar inn á sem 4 villur. Hann getur lent í vandræðum með þetta. 81-85. 2 mínútur og 26 sekundur eftir. Það er seldur þarna. Það er gott fyrir okkur að missa að fá Lindmets út af, en Fannar er búinn að eiga frábæran leik, hann kemur inn og hann er ekkert auðveldur. Fannar með 16 stig. Það var að pressa hann. Sex sekundur á skóklukkunni. Kemur Justin upp í þriggjastigaskotið og setur það. Þetta er að... Þeir þekkja ekki á hann, þessi Jón var kominn á hann, hann plataði hann og fekk frýtt skot. Saman gerði Magna á hann.
Ægir komin í jafnvægi, nær að koma inn á Jón. Svo setur hann. 85-88. 1:40 eftir. Justin í þristinn. Og hann setur hann. Ægir Frábær leikur hjá honum bara, gjörsamlega frábær. Ég held samt að Justin er búinn að ná að hóta dræfinu og fá frískot. Justin kom með 4 villur. Og við fyrir skotleik. 85-91. Já, við getum sett eitthvað út á okkur, þá kannski, ef hann er hitt svona vel, að láta hann þá dræfa frekar en að lega hann að fá þessi skot, en hann er bara spila rosalega vel. Það er bara ekkert við það að segja. Fannar var að hjálpa honum vel hann í síðasta þriggjastaðskoti. Já, trufla varnarmann. Já, Ægir lenti undir skríninu og þá fekk Justin plássi sem hann þurfti. Það 85-91. 2 skot sem Ægir fær hérna. Sér þurfa að stoppa núna. Ægir Steinarsson og Fjölnir. Komið Justin. Jóhann. Daniel missar hann frá sér og missar hann út af. Það sem við þurftum. 87-91, 1 mínúta 11 sekúndur eftir. Nú verðum við að skora. Regla, Tommy þristinn og ný. Nei. Jæja. Ægir brýtur á Marvin. Sendur hann á línuna. Marvin setur fyrra skotið sitt. 5 stiga munur. 57 sekúndur eftir. Þetta verður erfitt. 6 stiga munur. Það koma Fjölnismenn hratt. Stilla sér upp. Jón í tvistinn. Flott spil. Þetta er 2 skot á boltinn. Hvað var... Nú sá ég ekki alveg hvað gekk á. Það er 2 skot og innkast. Sástu hvað gerðist, Tómas? Nei, það er bara venlega villa. Já, sko Brandon, þeir voru að berjast stöðu. Boltinn var farin onni, þá héldu þeir áfram og Brandon tókaði eitthvað í Marvin held ég. Það var svona baráttan stöðu eftir að boltinn var komin onni.